Þjónustan er í sínu daglega starfi að mæta fólki í ólíkum aðstæðum og fjölskyldum. Margir sem ekki þekkja kannski til sjúkdómsins krabbameins gera sér ekki grein fyrir hvað þetta er mikilvægt hlutverk sem að ráðgjafarþjónustan sinnir. Við erum að bjóða upp á viðtöl, við erum með símaráðgjöf og fólk getur sendt inn netpost. Það er misjafnt hvað hentar fólki, sko. Sumum finnst betra að tala minna og þá getur slökunin komið vel inn. En öðrum finnst gott að tala og þá getur verið gott að hitta sálfræðinginn og svo er öðrum sem finnst bara mjög gott að fá fræðslu og þá koma námskeiðin sterkir. Fasti liðir hér eru eins og öndunaræfingar, það er hópslökun og samtal réttindamál. En svo erum við líka með fullt af námskeiðum varðandi eins og lóðvitundanámskeið, það er hamnámskeið, það er námskeið við svefnvanda og fjölmörg fleiri eins og gott útlit, betri líðan sem er fyrir konur sem eru í krabbameinsmeðferð og skapa og skrifa og ýmislegt annað. Frá upphafi hefur þetta verið húsnæði sem hefur boðið upp á samveru. Þetta hefur verið húsnæði sem hefur boðið upp á stuðning fyrir sjúklinga, bæði þegar heimahlýningin var hérna og þar hefur ekki hafa stuðningshóparnir allir haft sitt aðsetur hérna. Og hér var líka bókasafn, þannig að það var svo mikið fræðsla. Þannig að hér hefur verið ýmislegt sem að sameinast svo í þjónustu ráðgjafarþjónustunnar. Og ég tel að það sé kannski helsti styrkleiki þessara þjónustu að hér koma saman þessi faglega þekking, þessi fræðilega þekking og svo reynsluþekkingin. Það má segja þetta séu leikir og lærðir, en í þessu tilviki hérna hjá ráðgjafarþjónustunni þá er alltaf spurning hver er hvað. Vegna þess að hinn lærði er oft sá sem er lært af reynslu sinni. Hann er full lærður í sín sjúkdómi og hinn leiki þegar hann kemur með alla sína fræðilegu þekkingu. Hann er algjör leikmaður þegar kemur að því að skilja dýptina í því að fara í gegnum þennan sjúkdóm. Þannig að leikir og lærðir vinna hér mjög vel saman og ég held að það sé töfraformúla. Svo held ég að fræðslan líka sem að fer hér fram reglulega, hún hjálpar fólki til þess að átta sig á því hvað er í boði og hvers það getur vænst af þjónustunni. Fólk er oft hikandi þegar kemur hingað í fyrsta sinn, mann alltaf var oft var við það. En leið að búið að hrista af sér þetta fyrsta óöryggi, þá er það svo tilbúið að koma aftur og leita í meiri þekkingu og stöðning og ráðgjöf. Maður er alltaf velkomin og það er mjög gott. Það sem mér finnst svo mikilvægt það er að stíga skrefið inn og biðja stíga skrefið inn í ráðgjafarþjónustuna og fá þetta dásamlega utanumhald sem maður fær. Svo hef ég farið fullt af námskeiðum og fullt af viðtölum. Ef mér líður ekki vel þá kem ég hingað. Þetta var nýtt verkefni og eitthvað nýtt sem maður var að takast við og maður var alltaf leitandi. Býtum við hvar fær maður verkfærið, til þess að takast á við þetta. Svo sest ég bara niður og tala við einhvern og fer svo léttar og kátar út. Maður á ekki þurfa að finna upp hjólið. Það er fundið. Ráðgjafarþjónustan hefur verið svo heppið með starfsfólk. Þetta fólk sem hingað hefur valist inn er fyrsta flokks. Það er valinn maður í hverju rúmi. Maður finnur það bara þegar maður kemur hingað inn, hvað er vel tekið á móti manni. Það er náttúrulega skiptir alveg lykilmáli fyrir þá sem að þurfa að leita í þessa þjónustu. Og þetta er fólk sem hefur svo mikið, bæði náttúrulega góðan bakgrunn og mikið innsæi. Hérna í ráðgjafarþjónustunni hef ég fengið að gera það sem mig langar til að gera og það sem ég hef gaman að gera og það finnst mér, ég er svo þakklátt fyrir það. Það er náttúrulega ómetanlegt fyrir þá sem er að greinast og glíma við illuga sjúkdóma að geta gengið að svona ráðgjöfvísi eins og að hafa félagsráðgjafa sem getur leiðbeint fólki þessa ég veit ekki hvað ég á að kalla hennan frumskó í tryggingakerfinu Hvað er hægt að gera fyrir fólk sem líður illa með mjög lítilli fyrirhöfn er hægt að hjálpa því til að blómstra og fara að líða vel. Börnin mín hafa líka vel hérna. Maður er svo lítill í sér og brotinn og hér ferðu þessa hlýju og góðvild sem mér finnst svo góð. Það er það sem ég þurfti á að halda. Það líka róar mig að þau fá að tjá sig á sínum forsendum við fagfólk sem er hér. Það er svo yndislega gefandi að fá að aðstofa fólk og hjálpa þeim á þessari leið sem þau þurfa að fara. Það kemur fólki óvart þegar maður segir það, en það er oft alveg óendanlega skemmtilegt að koma í ráðgjafarþjónustuna. Við höfum lent í því að í
dýfstu sálarangist þá fengu viðmælendur okkar hláturskast. Það er þetta líka oft verið ofsalega sorgarstundir og mikið grátið og ég þar með og svona sko. Mér var boðið að fara í veiðiferð, kasta til bata, norður í Laxá. Það er fyrir konur sem er búin að ganga gegnum brjóstakrabbamein. Ég tók því og þekkt engan og engan hér. Það eru 2 nætur og þetta er bara ofsalega stórt og skemmtilegt verkefni. Og það er það besta sem ég hef fengið á ævinni. Ég nú búin að fá ýmislegt. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. Og síðan að því að kallarnir tóku nú eftir þessu, þetta var nú alveg svolítið flott, að þá spurðu þeir nú hvað, fáum við ekki eitthvað, þannig að við ákveðum að hafa karlarnir og kúluna, þá fá þeir golfdag, heilan dag, þar sem þeir fá golfkennslu og svo fara þeir út og spila 9 holur og það er keppni og það hefur virkað mjög vel. Við erum nú sennilega feiminn hópur svona upp til hópa. Það er gott að geta komið saman og rætt þau sértæku krabbamein sem að hrjá okkur eins og blöðruhálskirtil og annað slíkt. Það er hvergi betra heldur en á golfvellinum að tala. Eitt af því sem afmælisbarnið ber ábyrgð á eru 8 íbúðir sem við eigum ásamt öðrum sem ætlaðar eru fyrir fólk sem hefur greinst með krabbamein og býr á landsbyggðinni og Landspítalinn sér rekstur þeirra. Það er svo gífurlega mikilvægt að geta verið í heimilislegu umhverfi þegar í þessum veikindum, haft sína nánustu með sér. Þessar íbúðir eru alveg frábærlega vel staðsettar því að við erum bara hérna mjög nálægt Landspítalanum, við erum hérna á Rauðarárstíg 33 og fólk þar er ekkert háð því endilega að vera með bílinn sinn, heldur getur gengið í sína meðferð. Og eitt af því sem að hefur líka þróast mjög jákvætt, það er samstarfi við Landspítalann. Það hefur verið alveg ómetanlegt. Við erum alveg óskaplega þakklátt fyrir það samstarf sem við höfum átt núna undanfarin ár, mjög gott samstarf. Við höfum á undanfarnum árum verið að bjóða upp á tjáskiptanámskeið fyrir heilbrigðisstarfsfólk, núvitundanámskeið og slökun. Og þetta, ef eitthvað er, þá ætlum við að bæta í við þetta. Þessar samstarfsmanneskjur sem ég hef unnið með eru alveg ótrúlega frjóar líka. Það er stöðugt verið að þróa einhverjar nýjungar, maður hefur alltaf við. Já, ef ég ætti að lýsa starfseminni hérna, þá myndi ég segja að það væri svona hamingja. Ég upplifði það þegar ég kem hérna inn að ég fer út hamingjusamari heldur en ég kem inn. Hlýleg fagmennska. Og notaleg. Skemmtilegt starfsfólk. Það er virðing, umhyggjusemi, dálítið svona hlédrægt, stuðningur. Fagmennska. Ég myndi samt kannski fyrst og fremst vilja nota orðið kjarkur vegna þess að starfsfólki hér að það sýnir í daglegum störfin sínum kjark til þess að fara í djúpið þegar þess þarf. Þetta er svona akkeri. Hlaðið tröstið þessi starfsemi. Góðvild. Og lifandi áhugi. Hún er metnaðfull þessi þjónusta. Það er engin læti. Heldur þetta allt svona jarðbundið og gott. Og það er æðislega gott fyrir viðkvæmar sálir. Svona innst inni þá vonar maður að maður þurfi aldrei að leita til ykkar. Þeir skjólstæðingar sem hingað þurfa að leita, þeir eru að fá, maður getur ekki sagt fyrir peningi því að það kostar ekkert. Við eigum hvor annan af eins og skefti og blað. Í lífsins skúra veðri, hanski og hönd. Hafið og strönd, við eigum samleið ég og þú. Eins og vind og vindubrú. Andlit og nef, nefið og